2/3 hlutar kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni í gær vilja að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Talning atkvæða dróst á langinn en kjörsókn var tæp 50%. Alþingi er á reynslutíma hjá þjóðinni, segir forsætisráðherra. Þingið getur gert þjóðina stolta með því að ljúka stjórnarskrármálinu með sóma, segir formaður Sjálfstæðisflokksins. Stjórn og stjórnarandstæður eru sammála að skilaboð þjóðarinnar séu skýr. Meirihluti þeirra sem tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í gær vill að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Þeir sem taka afstöðu vilja fara eftir tillögum stjórnlagaráðs í öllum atriðum nema þegar kemur að þjóðkirkjunni. Kjörstöðum var lokað klukkan 10 í gærkvöld og þá hófst talning atkvæða sem var tímafrek enda 6 spurningar á kjörseðlinum. Á flestum stöðum var talningu lokið hádegisbil í dag en í Reykjavíkurkjördæmi norður dróstun á langinn að sögn vegna þrengsla á talningastað. Tæplega helmingur kosningabæra manna mætti á kjörstaði í gær. Mest var kjörsóknin í Reykjavíkurkjördæmi suður og í suðvesturkjördæmi, rúmlega 51%, en kjörsókn var hins vegar minnst í suðurkjördæmi, rúm 43%. Og hvað höfðu kjósendur að segja? Jú, 2/3 hlutar kjósenda eða rúm 66% þeirra sem skiluðu gildu atkvæði sögðu já við fyrstu spurningunni og vilja því að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar að nýrri stjórnarskrá. Þegar kom að spurningu 2 náttúruauðlindir í þjóðareign sögðu 82,5% já. Þarna var nokkur munur milli kjördæma eða frá tæpum 70% sem sögðu já í norðvesturkjördæmi upp í rúm 89% í Reykjavík norður. Þegar spurt var hvort fólk vildi hafa ákvæði þjóðkirkju á Íslandi í stjórnarskrá, svöruðu 57,5% því játandi. Þetta er eina spurningin þar sem niðurstaðan fer gegn tillögum stjórnlagaráðs. Í 4. spurningunni var spurt hvort heimila ætti persónukjör í kosningum til Alþingis í meira mæli en nú er. Rúmlega 3/4 þeirra sem taka afstöðu segja já við því. 65,5% þeirra sem skiluðu gildu atkvæði vilja ákvæði í nýja stjórnarskrá að atkvæði kjósenda allstaðar að af landinu vegi jafnt. Þarna er nokkuð mikill munur milli kjördæma. Aðeins rúm 30% kjósenda í norðausturkjördæmi svöruðu spurningunni játandi, samanborið við rúm 79% í Reykjavík norður. Í öllum kjördæmum var mikill meirihluti fyrir því að í stjórnarskrá skildi vera ákvæðum að tiltekið hlutfall kosningabæra manna gæti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Tæp 73% sögðu já við þeirri spurningu. Fæstir skiluðu auðu eða ógildu atkvæði við fyrstu spurningunni en flestir við þeirri síðustu eða 14%. Þórgunnur Oddsdóttir, þú fylgst með talningun í dag og það er enn verið að telja eða hvað? Jú, mikið rétt. Fólk er vant því að í kosningum þá berist tölur og niðurstöður frekar hratt en þetta er aldrei óvenjuleg staða núna. Þetta eru öðruvísi kosningar og það er í rauninni eins og hver kjósandi hafi skilað 6 atkvæðaseðlum sem þarf að telja. Þannig að þetta er mikið magn sem þarf að fara yfir og tekur tíma að taka þetta allt saman. En við fengum þær upplýsingar frá talningafólki í Reykjavíkurkjördæmi norður að það væri von á tölum innan skamms. Lokatölum þaðan, en við eigum svo sem ekki vona á að það breyti endilega miklu svona heildar niðurstöðurnar. Miðað við þessa niðurstöður má það búast við því að þetta verði raunverulega að nýrri stjórnarskrá? Já, formenn og ráðherrar stjórnarflokkana sögðu í dag að frumvarp yrði mögulega lagt fram eða yrði tilbúið innan 2 vikna eða eftir svona 2 vikur og umræða á Alþingi gæti farið fram fyrir áramót, þannig að við verðum bara bíða og sjá. Akkurat, þakka þér kærlega fyrir þetta. En þjóðin sendi þingmönnum skýr skilaboð í gær. Það eru talsmenn stjórnmálaflokkana sammála. Forsætisráðherra segir að stjórnarskrármálið sé prófsteinn á hvort þjóðin geti treyst Alþingi. Það er nú eða aldrei, segir formaður hreyfingarinnar. Úrslit kosninganna í gær gefa mönnum tilefni til að túlka þau á marga vegu. Skýr skilaboð þjóðar til þings er þó það sem talsmenn stjórnmálaflokkana eru sammála þegar spurt er hvað standi upp úr þegar rýnt er í úrslitin. Það er náttúrulega þau skýru skilaboð sem að þjóðin er að gefa okkur stjórnmálamönnum að klára þetta mál. Já, 70% fólks annarkvort mættu ekki eða sögðu nei. En af þeim sem mættu þá er skýr meirihluti sem að vill að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar fram sem grunnur að nýrri stjórnarskrá. Og ég tel að þetta séu skýr skilaboð, ekki bara til mín, heldur til allra þingmanna í öllum þingflokkum að setjast nú yfir þetta verk og klára það.
Varðandi fyrstu spurninguna, þá niðurstaðan vissulega mjög afgerandi og það hlýtur að þýða að þingið muni þá vinna meira úr þessum tillögum stjórnlagaráðsins. Já, fyrst og fremst, hinn mikla kosningaþátttaka, hún alveg á heimsmælikvarða. Þetta langt meira heldur en gerist og gengur í nágrannarlöndunum þar sem almennar atkvæðagreiðslur eru reglan. Alþingi tekur niðurstöðuna nú til meðferðar og það stefna ríkisstjórnarinnar að ljúka endurskoðun á stjórnarskránni fyrir alþingiskosningar næsta vor. Í ljósi umræðina stjórnarskrána og kosningarnar í gær, sem og því að kannanir sýna að almenningur ber fremur lítið traust til Alþingis, eðlilegt að talsmenn stjórnmálaflokkana séu inntir eftir því hvort þeir telji að sú sama þjóð og gekk til kosninga í gær treysti alþingismönnum til að leiða þetta mál til lykta. Ég held að við séum á reynslutíma hjá þjóðinni. Hún situr okkur núna í próf, hvort við getum klárað þetta mál núna áður en að við göngum til næstu kosninga. Ég trúi því að þingið geti gert það með þeim sóma að þjóðin verði þeirra uppistað stolt af því. Já, ég vona það svo sannarlega. Þarna var þjóðin spurð framhald máls. Já, ég get ekki annað en vísa þá bara í skoðanakannanir sem að benda ekki til þess að fólk beri mikið traust til Alþingis, en það mun ekki breytast hvað sem líður þessari vinnu. Það mun ekki byrja að lagast fyrir að fólk fyrir að finna árangur af störfum Alþingis. Nei, ég heyri það að það margir með efasemdir það að þingið muni afgreiða þetta í fyrsta lagi samræmi við niðurstöðu þjóðarinnar og í öðru lagi að það bara náið í skipulagslega að gera það. Það eru efasemdir það en nú eða aldrei segi ég ef að þingið ætlar sér einhvern tímann að ávinna sér virðingu þjóðarinnar aftur. Niðurstöðu kosninganna lýsa fallegu hjartalagi íslensku þjóðarinnar, segir prestur sem sat í stjórnlagaráði. Hann óskar þjóðinni til hamingju með að vilja hafa ákvæði þjóðkirkju áfram í stjórnarskránni. Viðbrögð meðlima stjórnlagaráðs hafa flest verið á eina lund í dag. Þeir eru sáttir við niðurstöðuna. Salvör Nordal, formaður stjórnlagaráðs, segir mikilvægt að nú verði unnið í anda stjórnlagaráðs og reynt að ná breiðri sátt breytingar á stjórnarskránni. Örn Bárður Jónsson, sóknarpresturinn í Eskirkju sem einnig sat í stjórnlagaráði, tekur undir orð Salvarar. Vonandi klára menn þetta með myndarbrag og festu og öryggi og yfirvegun. Örn Bárður óskar þjóðinni til hamingju með að vilja hafa ákvæði þjóðkirkju áfram í stjórnarskránni, þrátt fyrir að hann sjálfur hafi ekki verið fylgjandi því. Niðurstaðan ætti að tryggja að ákvæði þjóðkirkju verði áfram í íslenskri stjórnarskrá. Samkvæmt þessu þá segir þjóðin við Alþingi við viljum hafa ákvæði þjóðkirkju í stjórnarskránni. Það kemur ekki fram hvað eigi að standa í því ákvæði. Líklega verður það ekki sama ákvæðið og í núverandi stjórnarskrá. En ákvæði þjóðkirkju, þjóðin biður það. Erni Bárði þykja niðurstöður kosninganna lýsa hjartalagi íslensku þjóðarinnar. Þarna kemur afstaðan til þjóðfélagsins, til þess sem sameiginlegt, afstaðan til náungans, til réttlætis og sannleika og sanngirni. Þannig að mér finnst þarna Íslendingar sýna sinn innri mann, sitt hjartalag og ég er gladur yfir þessu fallega hjartalagi.